Takk, virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda og hæstv. Ráðherra fyrir að vera hér með okkur í dag og málshefjanda sannarlega fyrir að koma með þessa umræðu sem verður aldrei of oft kveðin. Það sem í rauninni og öllum þeim sem á undan hafa talað, þetta er náttúrulega bara ótrúlegt hvað við tökum utan um málefnið án þess þó svo að börnin okkar hætti að deyja hérna úti. Það má segja að það sé eins og hv. málshefjandi sagði, Þorsteinn Sæmundsson, að við ættum kannski ekki að kenna neinum einum en það verður ekki fram hjá því horfið að það er á höndum heilbrigðisráðherra, það er á höndum hennar, það er ekki flóknara heldur en það að koma til móts við þetta ástand sem við erum að horfa upp á í samfélaginu. Þannig ég segi bara aðeins þetta: ef þetta væri náttúruhamfarir, ef svona óbærileg dánartíðni væri hér í kringum okkur í samfélaginu eins og raun ber vitni hvað varðar fíknisjúkdómana sem við erum að horfa upp á, þá væri ríkisstjórnin á neyðarfundi akkúrat núna. Ég vil leyfa mér að trúa því að ef sjúkdómurinn héti annað en fíknisjúkdómur, þá myndum við taka málin fastari tökum. Það er ekki nóg að tala um forvarnir. Ég hef ekki orðið vör við þær forvarnir. Það er ekki nóg að tala um það að hér sé verið að smygla inn þessum lyfjum og þau séu komin í lausasölu á götuna. Hvar er þá vörnin á landamærunum til að koma í veg fyrir það að lyfin flæði hérna inn? Ég segi, það má sko sannarlega miklu betur gera ef duga skal. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir þessa umræðu sem er mjög nauðsynleg. En ég ætla bara að benda á það að ég er stálheppinn. Ef ég hefði verið með þetta fíknigeðinn í mér, hvar var ég þá staddur í dag? Fertugur var ég á biðlista eftir aðgerð, búinn að vera í rúmt ár með nálægt 20 töflur á dag af rófsterkum verkjalyfjum og töflu við aukaverkunum af þessum sterku verkjalyfjum. Fertugur með börn heima, horfandi á mig út úr tóbak. Og í framhaldi af því, þegar ég var loksins búinn að eiginlega gefast upp á þessu, þá var spurði ég, get ég ekki fengið aðgerð? Nei. Hvað var með boðið? Morfín. Ég fór í krókaleið til að fá aðgerðina. En ég spyr mig, hversu margir eru í þessari aðstöðu? Hversu margir er verið að halda heima á biðlistum, uppdópum, með börn sem þurfa að horfa upp á þetta? Og við verðum að átta okkur á því að þetta er fíkn. Þeir sem fá þetta, taka inn þessi sterku lyf, þeir eru komnir í slæma stöðu leið. Og það hefur sýnt sig bæði og rannsóknir hér og líka erlendis að það gefur augaleið að við verðum að horfa á þetta frá öllum hliðum og biðlistar, hvort sem það er biðlistar inn á meðferð, biðlistar eftir aðgerðum, allt sem heitir biðlistar veldur vandræðum. Það veldur því að börn eru að horfa upp á viðkomandi einstaklinga, fjölskylda, aðstandendur í vonlausri aðstöðu. Og við skulum horfa á tölur að fyrir þá sem kemur fram hjá SÁÁ, mannfjöldaskrá frá 15 ára til 64 ára. 1976 voru 135.000 manns. Í dag 138, nákvæmlega sama tala, en 232.000 manns. Þannig að við þurfum að spýta í, við þurfum að taka á þessu og það er bara nauðsynlegt að gera það nú strax.